Hæ, ég heiti Þórhildur Fjóla og ég ætla aðeins að tala við ykkur í dag minna kolefnisspor bygginga og svolítið meira hvar liggja tækifærin í hönnun til þess að fá minna kolefnisspor bygginga. Við vitum alveg að það er verið og þörf á miklum nýframkvæmdum út allan heim. Það er verið að byggja alveg fullt af byggingum, sérstaklega líka náttúrulega í þróunarlöndum og líka í Asíu og Suður-Ameríku. Þannig að við vitum að það þarf að byggja mikið og á sama tíma vitum við þetta. Við þurfum ekkert að fá áminningu það en við vitum alveg að á hverju ári þurfum við að sjá einhvern samdrátt í þessari losun sem öll er að ná markmiðum okkar fyrir 2030, fyrir 2040, 2050 og svo framvegis. Þannig að áskorunin er gríðarleg varðandi þetta. Bæði að byggja meira, veita meiri þjónustu en á sama tíma vera að draga úr umhverfisáhrifum. Auðvitað umhverfisáhrifin miklu fleiri og meiri heldur en bara kolefnissporið. En kolefnissporið getur verið ágætt í svona eining til þess að skoða því að fólki fara að þekkja það og við þurfum auðvitað að takast á við það áskorunin og eru oft margir aðrir umhverfisþættir sem líka lækka leiða maður lækkar kolefnissporið. Hvað er það? Af hverju erum við að spá í kolefnisspor bygginga? Það kemur einhver kolefnisspor frá framleiðslu á öllum þessum byggingarefnum sem eru að flytja inn til dæmis. Það kolefnisspor að flytja efni og það líka kolefnisspor af því að framleiða orkuna, þó hún sé við rosalega heppin á Íslandi, þá er náttúrulega mjög lágt kolefnisspor af okkar orkuframleiðslu. Við erum með sjálfbæra orku, en það hellingur líka að kolefnisspori frá byggingu, það er svona óbeint kolefnisspor. Þegar hvar við byggjum og hvernig aðstæða fyrir vistvæna samgöngur eru kringum byggingar okkar, það skiptir máli varðandi samdrátt í losun frá samgöngum, eins og brun og á dísil og bensíni. Þannig að og svo náttúrulega flutningur á úrgangi frá byggingum. Það alls konar sem tengist byggingum sem snýst á loftslagsmálum. Ég ætla að tala svolítið að því erum að tala hönnun, þetta er lífsferilsgreiningar og byggingum, það hefur örugglega margir farnir að þekkja hugtakið lífsferilsgreiningar, vistferilsgreiningar og það komin svona staðall öll þessi lífsferilskeið bygginga sem fer alveg yfir þetta og við erum að tala þetta framleiðsluskeið þar sem við erum að framleiða byggingarefnin og setja upp bygginguna og svo erum við að tala kannski oft kallað líka bara byggingarefnin, framleiðsla byggingarefnum og svo ertu með framkvæmdatíman, þá erum við að nota allar þessar vélar og gröfur og allt það og svo ertu með flutning á efnunum og svo ertu líka með náttúrulega notkun byggingana á rekstrartímanum og svo förgun. Og þarna áhrifin eru á Íslandi, þá erum við búin að sjá að það mikil losun frá byggingarefnunum og við viljum draga úr þeim og hvar hægt að draga úr og þetta við viljum horfa á allan lífsferilinn. Við viljum ekki bara vera að horfa á eina losun, við viljum horfa á þetta allt og það mikilvægt að þekkja svolítið svona hvar mesta losunin til þess að geta farið í markvissar aðgerðir á hönnunartíma. Þetta bara svona smá efla hefur reiknað töluvert af svona kolefnissporsútreikningum sem eru byggðir á vistferilsgreiningum og við vitum það eins og ég nefndi að byggingarefnin eru stór þáttur í losun bygginga á Íslandi en notkunarfasin engu síður líka að koma töluvert losun af því að það ekkert sem við gerum með 0 losun. Þó að losun sé lág, þá orkunotkunarlosunin yfir langan tíman yfir allt ekstra tímabil byggingana og það safnast saman á hverju einustu ári losunin frá þessu. Þetta dæmi bara kolefnisspor á nýbyggingu Alþingis sem var gert fyrir framkvæmdasýslu ríkisins eða núna framkvæmdasýslu ríkiseignir, FSRE. Og það í þessum efnisnotkunum þá líka búið að koma fram eins og hjá byggjum grænni framtíð að það hlutur steypunar sem mjög stórt í kolefnisspori íslenskra bygginga. Og þá skoðu bara þetta, ég vona náttúrulega allir sem búin að kynna sér þetta verkefni, byggjum grænni framtíð.is og ég geri ráð fyrir þetta að verða bara svona almennt þekkt hvaða markmið byggingabransin búin að setja sér. Fyrir 2030 þá ætlum við að ná þessari losun niður 55% frá byggingarefnunum og það áherslan svolítið þar hjá stjórnvöldum að ná losuninni niður frá byggingarefnunum. Og þau koma náttúrulega líka á rekstrartíma við endurnýjun og endurbætur en eru náttúrulega líka á framkvæmdatíma þar sem við erum að tala að ná svona losunarlausum framkvæmdasvæðum inn og reyna að nota annað eldsneyti heldur en jarðefnaeldsneyti. Það frekar rafmagn, metan, lífdísil eða einfaldlega líka bara draga úr orkunotkun á framkvæmdatíma.
En það allan þarna heildarsamdrátturinn, ef hann tekur hérna 55% frá byggingarefnum og svo ertu líka með hérna 70% samdrátt fyrir hérna framkvæmdasvæðin og svo ertu líka með samdrátt fyrir orkunotkunina. Það erum við að tala svona cirka að samkvæmt þessum hérna byggingarefni framtíð, þá viljum við ná cirka 43% samdrætti á hvert fermetra. Þetta bara svona viðmiðunartölur. Það sem maður þarf rosalega mikið að hafa í huga varðandi hérna ef maður ætlar að ná árangri þarna í að draga saman kolefnisspori, þá verðum við að tala saman mjög snemma í hönnunarferlinu. Og helst sem flestir sem eiga eftir að koma að verkefninu. Ef að verkkaup bara í sínu, hann bara búinn að gera sem mest og hönnuðirnir fá sér bara einhverja mjög svona rammaðar hérna, lýsingar, svo fer þetta niður til verktaka. Það þarf svolítið að plana þetta rosalega vel í hönnunarfasa hvar við ætlum að ná árangri. Af því það í hönnunarfasanum sem við náum árangrunum. Það talið svona cirka 80% af öllum umhverfisáhrifum verkefna. Það rauninni ákveð á hönnunarstigi. Og frumhönnun, forhönnun, skipulag, deiliskipulag, allt þetta sem að pæla, allar þessar pælingar þarna fyrst. Það skipta rosalega miklu máli og þá þarf þetta að vera bara með skýr vistvæn viðmið. Verkefni þarf að gera þetta og svo hönnum við bara í kringum það. Og svo þarf líka að vera bara samtal strax á hönnunarfasa til þess að ná sem bestum árangri. Og þessi mynd finnst mér svolítið skemmtilega, þetta nú bara kjöt með smá dilli yfir. En það þýðir það ef þú talar ekki saman á hönnunarfasa, ef þú ert ekki með þverfaglega nálgun eða reynir einhvern veginn að fá þessa vistvænu og kolefnisspórshugsun alla leið inn í byggingarferlið, þá lendum við svolítið í því að sjálfbærnin verður svona einhvers konar dill, að þú green topping. Við þurfum að ná alveg alla leið niður og breyta miklu meira heldur en að vera með eitthvað grænt skraut yfir. Þannig þetta svona mjög mikilvægt að þessi sameiginlegu skilningur þegar þú ert að fara að byggja byggingu markmið í umhverfismálum og markmið í hvað samdrætti á kolefnisspori. Og þetta gerist í frumhönnun mjög oft. Það til alls konar verkfæri, Efla hefur verið að nota OneClick LCA og það veit að það eru margir að nota það. Og það hægt að skoða svolítið ef arkitektin gefur mér eina tillögu, það að skoða kolefnissporið henni og bera saman ólíka lausnir. Og það eiginlega þetta, til þess að styðja við ákvarðanatöku, þá þarf maður ofta að reikna út kolefnisspor á mismunandi lausnum. Og maður þarf að gera þetta bara í Excel eða bara á blaði oft, en stundum líka þægilegt að nota einhver svona tól, að nota til dæmis eins og svona Revit líkön á BIM og tengja það inn í einhver svona gagnabanka eða tól eins og OneClick LCA. Og annað náttúrulega þegar maður bæði maður kannski skoða kolefnisspor frá mismunandi lausnum svona bara byggingarstýrslega séð eða hvar byggingin staðsett eða alls konar, en það líka stundum bara að vera að skoða hvaða efni að fara í bygginguna. Þá getur maður að skoða sem sagt upplýsingar kolefnissporið fyrir viðkomandi vöru. Það getur verið til dæmis bara út að fara að nota steinullin okkar, hún framleidd á Íslandi með frekar lágt eða bara mjög lágt kolefnisspor. Og ef maður væri til dæmis þá bara að velja milli einangrunarefna, þá getur maður fengir upplýsingar kolefnissporið, svo kallum svona umhverfis yfirlýsing vöru, EPD, Environmental Product Declaration, vörum, og skoðar þá, þetta einangrunarefni með þetta með þetta, og svo eiga, það átt að geta, í þessum stöðlum, þá að vera búið að tryggja það að þú ert að bera saman epli og epli. Þú ert að passa að ef það þéttleiki einangrunarefnina og þú ert að taka tillit til allar þessar þátta sem þarf að gera að þú ert að bera saman efni. En allan þarna ámar að geta skoðað og séð og valið þær vörur sem bæði eru með einhverju upplýsingar, að geta lagt þar að borða upplýsingar kolefnissporvörunar og svo getur þú séð fyrst hvernig þetta kemur út. Það var bara smá dæmi, það náttúrulega mjög ánægjulegt að sjá að það mikil svona vitundavakning í byggingarbransanum á Íslandi. Við sjáum að það alveg komin bara fleiri, það ekki komin bara heilt tugur að brímvottum byggingum og annað eins bara í vottunarferli. Svansvottun líka bara búin að ná gífurlegu flugi á Íslandi sem mjög jákvætt að sjá og með þessum vottunarkerfum, það þurfa ekki allir að fara í vottun, en það ákveðið verklag og þekking og virðiskeðju framþróun sem búin að eiga sér stað síðustu ár. Þannig við vitum núna hvaða vörur eru umhverfisvænni, hvaða vörur kannski að byrgjarnir farnir að vita hvað þarf í svansvottuð hús og í brímvottuð hús. Og af því ég ætla að tala að lækka kolefnissporið, þá vitum við að steypan mikilvæg og við vitum að það hægt að lækka kolefnisspor steypunar með ákveðnum aðferðum sem þarf að fara fram í mjög faglegu ferli með steypuframleiðendum, með burðarþolshönnuðum og þarna kemur aftur þessi þverfagleiki inn. Það rauninni þessi að
ég sem sjálfbærniráðgjafi get sagt þeir þið þurfa að passa upp á þetta, að draga úr kolefnissporinu, en ég basically ekki að fara að gera það, gera hvernig það þarf að reikna það á með sérfræðingunum í þessu og þess vegna þarf þetta að vera svolítið svona endurmenntun alltaf, nú komin nýja lausnir, við þurfum að læra það sem er hægt að gera og þarna var dæmi svansvottaða íbúðafjölbýlishús í Hamranesinu í Hafnarfirði. Það var farið í það að reyna að nota íblöndunarefni önnur en heldur en sementið sem með hátt kolefnisspor og svo líka að skoða styrk að hvernig þú ert kannski með innisteypu í staðan fyrir útisteypu og hvernig einangrun utan og það alls konar önnur til þess að líka draga úr kolefnisspori steypunar. Og það var hann Ólafur Oddbjörnsson, burðarþolsverkfræðingur hjá Eflu sem var að hanna þetta þá burðarkerfi hjá okkur og það er ekki búið að kortleggja þetta allt en þetta svona, það er hægt að lækka kolefnisspor cirka 30% með öðruvísi hönnun. Ég er búin að tala svolítið steypuna og við vitum þar að það eru náttúrulega alls konar í gangi varðandi steypuna og sumir framleiðendur komnir með upplýsingar það á heimasíðuna sína og alls konar líka bara spennandi þróun í gangi varðandi bindingu á koltvísýringi frá það sem framleiða sementið og alls konar spennandi sem verður gaman að sjá hvernig kolefnisspor og sementi og steypu þróast. En hitt líka að auka endurnýtingu. Við vitum alveg að við erum svolítið sóðar á Íslandi, við erum að henda alveg gríðarlegu magni af úrgangi og hringrásarhagkerfið kemur inn en svo byrjar þetta svona þegar maður kannski fara að byggja hvað ég að gera, hvað ég að nota, hvernig ég að gera það en það þarf að reyna að stuðla að bættri endurnýtingu inn í byggingariðnaði bara örstutt að segja frá því, það er hægt að auðvitað er alls konar dæmi með þetta, það er verið að kannski endurnýta bara málmar til dæmis með mjög hátt endurvinnslu hlutfall og sumstaðar er verið endurnýtuna steypuna, það er verið að gera upp byggingar og svo er bara verið að kannski tæma allt út en það er samt verið að nýta steypuna eins og hún er. Við hjá Eflu erum með svona svolítið skemmtilegt verkefni sem við fengum styrk frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu að hanna svona léttan innvegg sem heitir við köllum hringrásarvegginn, það voru basaltarkitektar sem var að hanna það og það er svona að reyna að hanna þannig að svona endurnýting sé líka standast tæknilega kröfur. Við getum ekki bara tekið eitthvað frá ruslahaunum og sett inn í byggingarnar okkar, við viljum vera viss að gæðin þarna séu eins og eiga að vera fyrir byggingarnar. Þetta er bara svona dæmi með endurnýtingu, þetta endurnýta gleru, þetta beint og óbeint og þarna var sagtækni verktaki frá sag, hann var búinn að skera út þetta gömlu bygging, hann bara breytt úr einhver meira iðnaðarhúsnað yfir í bara meiri skrifstofu eða skólabyggingu. Það er ýmislegt þetta að gera. Það langar aðeins líka, því nú er búin að einbinda svolítið aðeins á kolefnissporið og steypuna og við þurfum alltaf að endurnýta miklu meira. En það er líka þetta með orkuna og þar er að koma inn svona, þó við höfum alveg þessa hreina orku, þá vitum við alveg að það er ekki sjálfbært að nota meira en þú þarft, að sóa orku. Og þarna eru líka þessi vottunarkerfi hafa verið að hjálpa okkur svolítið, það er að koma inn með alls konar staðla, þú þarft að reikna orkunótkunna á hönnunartíma, þú þarft að mæla orkunótkunna og svo framvegis. Og þarna eru líka heilmikil tækifæri til þess að gera betur. Við sjáum alveg fullt af húsum kannski notkunnuna allt og há og það er bara nokkru mælar, stilla aðeins hér og þar, kannski aðeins bætt einagrun á einhverjum völdum stöðum til þess að fá sem draga sem mest úr varmatapinu. Þetta skiptir allt máli og hjálpar til líka við að lækka kolefnissporið. Af því við sjáum líka varðandi orkunótkun eins og bara upphitun á höfuðborgarsvæðinu. Það er gríðarleg aukning búin að vera í því að orkunótkun til bygginga og við viljum einhvern veginn draga aðeins úr þessari endalausu aukningu til þess að takast á við þessa innviði sem þurfa líka að fylgja með. En allt þetta snýst að gera alltaf betur heldur en eitthvað viðmið. Ef þú ert að fara í lágmarka orkunótkun með bættri einangrun eða bættri stýringu, þá þarftu alltaf í þessum vottunarkerfum að gera betur heldur en byggingarreglugerð segir til. Já, ég ætla ekkert að fara djúpt í þetta, en þetta snýst í rauninni að fara einhverjum prósentum yfir byggingarreglugerð, 20-30% betri orku nýtni á fermetri en heldur en ef þú ekki gert neitt. Og þarna er einmitt þarna sjáum við bara losunin aftur fyrir venjulega byggingu, það eru byggingarefnin og svo er það orkunótkun sem skiptir mestu máli. En það er líka til þess að minna kolefnisspor bygginga
þá þessi hönnun sem ég kom aðeins á hérna alveg í byrjun, hvernig við erum að hanna fyrir vistvæna hérna samgöngur og örflæði sem svona hérna litli samgöngur þættir, það hérna bara hlaupahjólin og litli rafmagnshjól og alls konar, að þetta af kolefnisspori Íslendinga þá og líka á skuldbindingar Íslendinga, það samgönguþátturinn svo hár. Og við gleymum stundum að byggingar þjóna þarna svolítið lykilhlutverk. Það þessi hjólaaðstaða fyrir starfsmenn og gesti bygginga. Ekki bara fyrir hérna, þá sem að vinna þarna, heldur líka það sem koma til byggingarna. Kannski upplifa sig sem að það sé öryggi, að það sé góð aðstaða, líka hérna, kannski þess að hjóli haldist þurrt og svona. Þannig þetta skiptir líka mjög miklu máli. Mér langaði líka bara að koma inn á að við sjáum að það auðvitað mjög jákvæð þróun sem bara eiga sér stað í markaðnum, sem hérna bara aukin áhersla á umhverfismál og aukin vitundavakning, bæði með svansvottun og með brímvottun og svo bara öðrum áherslum. En það líka gaman að sjá eins og þegar að Reykjavíkurborg og sveitarfélög setja sér bara sem svona samkeppnir eins og hérna grænt húsnæði framtíðarinnar, þá bara í samkeppninni sjálfbærni þættirnir sem að fara að vega 50%. Þannig að oft þegar þú ert bara með kannski klassíska útboð þá kannski umhverfisþátturinn 10%. En ef hann hækkar á móti kostnaði, þá fer hönnunateymið að finna lausninar. Og þarna sá maður alveg í þessum samkeppnum hjá Reykjavíkurborg rosalega jákvæðar og framúrstefnulega lausnir oft koma fram. Þannig að endilega svona rammar, grænir rammar fyrir byggingar, þeir hjálpa okkur líka að bara, gerum þetta bara og gerum þetta bara strax. Þannig að fá svona græna stjörnu í bókina fyrir að gera svona og ýta okkur öllum svolítið á stað með þetta. Svo náttúrulega líka margir sem kannast við þessi verkefni, Reinventing City, hitt voru grænar lóðirnar, en þetta svona alþjóðleg samkeppni sem hefur líka sýnir svolítið leið og hönnunarteymin fara að tala saman í byrjun, alveg í frumhönnun, þá fer alls konar kreatívitet í gang og við erum búin að sjá hérna flott verkefni sem hafa unnið þessar samkeppnir. En svo náttúrulega það allt svo mikill blússandi gangur í rauninni svona sjálfbærni og bara nýsköpun. Að fyrir einhverjum árum síðan var þessi kannski við erum að bæta orkunýtni byggingan okkar, við erum að vera að nota minna á efni og við þurfum að draga úr skaðanum sem við erum að gera, svona þessi skaðaminkun. En við erum samt auðvitað að byggja en við erum alltaf aðeins að draga úr. En það svona nýir þættir sem heitir svona hvernig getum við skapað byggingu sem rauninni að ekki bara minni skaði, heldur einhvern veginn að endurheimta eða vera með einhverja umbætur líka fyrir samfélagið og nærumhverfið. Og það eru kannski lausnir eins og einhverja ræktunarlausnir, einhverjar svona alls konar, maður heyrt bara einhverjar þörungaræktun sem að taka til sín koltvísýring og alls konar spennandi nýsköpun. Og síðasta sem ég skoðaði sem ég fannst bara, það var svona að við erum heppin á Íslandi að vera með Carbfix verkefnið. Það var einhverja byggingar farnar að setja utan á klæðninguna hjá sér, bara sem sagt svona tæki sem bara tóku koltvísýringinn úr andrúmsloftinu í kringum bygginguna og breyttu því í stein og þetta var bara svona carbon capture building og búin að taka svona þennan kolefnisjöfnu upp á nýjan level. Þannig það rosa skemmtilegt að sjá, það ekki bara að draga úr skaðanu sem við verðum að gera og finna nýja lausnir og góða lausnir þar, en líka hugsa svolítið út fyrir ramman, hvað hægt að sjá fyrir sér að byggingar verði í framtíðinni, með græn þök og matjurtagarða og alls konar sem bætir umhverfið og bara hjálpar okkur öllum að lifa betur í samfélaginu.